gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl aftur og velkomin hingað að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góðir gestir. En við ætlum að hefja umfjöllun hér, umfjöllunarröð öllu heldur, fangelsismál. Og það víst af nægu að taka. Lítið hefur hreyfst í málaflokknum og það svona einhvern veginn eins og tíminn standi í stað í fangelsismálum á Íslandi og hjá mér eru komin fulltrúar afstöðu. Það Guðmundur Ingi og Íris, verið velkomin. Takk. Hérna bara svo við kannski byrjum á því sem að jákvætt það opnaði ný fíknideild, ekki satt, á Litlahrauni. Hvers vegna mikilvægt að hafa þennan hluta í lagi? Já, meðferðargangur svo kallaður á Litlahrauni opnaði formlega í síðustu viku. Hann svo sem ekki nýr þannig, sko, hann bara á nýjum stað og hefur verið lokaður í allt sumar. En ég held að sé nauðsynlegt að það sé eitthvað svona athvarf þar sem að menn sem eru allir að vinna sama markmiði, að verða edrú og breyta sínu lífi, að þeir hafi svona sér aðstöðu í raun og veru til að vinna að sínum málum, sko, frá vímuefnum og öðrum svona áhrifum. Kannski menn vilja losna svolítið undan glæpatali og einhverju svoleiðis menningu. En kannski því miður hefur kannski meðferðarstarf ekkit endilega verið að virka rosalega vel. Það erfitt að reka svoleiðis á stað þar sem mikið vímuefni. En það alltaf einhverjir sem komast í gegnum það og þetta jákvætt og ef einn kemst í gegnum þetta þá það rosalega mikill sigur. Þannig að þetta búið að vera svona mjög lengi svona meðferðargangur. Við höfum viljað gera breytingar og núna bara náðum við fram að þetta yrði opnað aftur og yrði gerðar ákveðnar breytingar. Afstaða mun koma aðeins að málum með Fangelsismálastofnun og við munum senda okkar vettvangsteymi eða okkar jafningja í hverri viku og halda svona stuðningsfundi og kannski í raun og veru meira til að bara svona fara yfir stöðuna, hvernig vikan hefur verið hjá strákunum og kannski til að ýta á að þeir taki þátt í öðrum prógrum eins og til dæmis bara hvað sem það jóga eða AA-starf eða annað slíkt, bara svona til að reyna að fá svona meiri þáttöku. Eða afstöðu bara. Eða afstöðu, já, algjörlega. Já, nú þú félags- og fíkniráðgjafi. Félagsráðgjafi og fyrrum fíkniráðgjafi. Eða ég slá saman. Ég að vinna upp að fíkni. Já, og fíkni, já, einmitt. Ég held ég var alveg búin að missa því. Þannig að ég var svona hálfveis hafði rétt fyrir mér það. Hver þín reynsla af bara þessu starfi sem hefur verið unnið og verið að vinna núna? Þetta skila betri einstaklingum út í samfélagið eða eru við einhvern veginn bara eitthvað svona svolítið eða hjakki saman farinu og einhvern veginn nægilega mikið og nægur svona fókus á þessi málefni innan fangelsis kerfisins? Það að meina með fíkni vandan eða bara, já. Sko, náttúrulega bara góða breytingin held ég í þessu máli var að deildin færist á annan stað. Þannig að meðferðargangun ekki bara í kringum aðra ganga og aðra deildir þar sem bara kannski neysla í gangi og svona. Þannig að ég vona að það muni hjálpa til og með það líka búið að breyta það á að vinna betur í þessum málum þarna á þessari deild. Það alls ekki, auðvitað má alltaf gera betur og maður hefur alveg heyrt sögur að strákar hafa nýtt þetta mjög vel og hafa svo farið í opið fangelsi og hafa bara staðið sig mjög vel í kjölfari og svona sko. Þannig að maður horfir svolítið bara á það en það þarf bara meiri utanumhald og meiri, já. Akkurat. Og sko
núna, eins og ég sagði þegar við byrjuðum, þá einhvern veginn svona eins og þessi mál hafi svolítið staðið í stað í kerfinu og það svona tilgangur minn með þessari umfjöllun svona að kafa svolítið ofan í það, hvað betur mætti fara, hvað betrun, hún raunverulegt markmið og eitthvað sem til hreinlega, eitthvað sem og við ættum að stefna að og svo bara þú veist, hversuna koma síbrotamenn svona, þú veist, hvernig getum við komið í veg fyrir slíkt þið hafi verið mjög gagnrýnin á Fangelsismálastofnun bara, og svo það sé sagt hver svona, ef þið fengjuð það að ráða, hvað væri það fyrsta sem þið mynduð gera svona til þess að breyta fangelsiskerfinu? Já, gagnrýnin, jú, við höfum verið það gegnum árin og afstaða verður 20 ára núna í janúar næstkomandi. Við höfum allan tíman í raun og veru barist fyrir því að það verði tekin upp endurhæfingar og betrunarstefna á Íslandi. Við höfum ekki verið með slíkt, þannig að allt svona tal betrun í fangelsi, það í raun og veru ekkert slíkt í gangi og það bara mikill misskilningur. Þegar nú talað betrunarvist og það sé að fangelsisvist á Íslandi sé betrunarvist og það er rangt. Og það bara rangt. Af hverju? Vegna þess að við erum með refsistefnu á Íslandi og við höfum aldrei breytt því og reyndar þegar lögunum var breytt síðast árið 2016 að þá var orðinu betrun hendin í lögin en það var raun og veru ekkert gert til að framfylgja því eða peningur sem fylgdi til að taka það upp. Þannig að í raun og veru erum við ennþá með svokallaða refsistefnu þar sem að fólk sett í fangelsi og þeim refsað og þeir eru raun og veru látnir bara vera þar í geymslu og eiga bara að bíða. Þetta bara þeirra biðtími frá samfélaginu. Já, þetta svona eins og skammakrókur. Já. Og það ekki, það ekki nein endurhæfing sem fer í gang þar. Það eru alls konar vísar af endurhæfingu. Við getum sagt að það eitthvað nám í gangi sem reyndar kannski ekki rosalega öflugt og því miður þá höfum við haft menntamálaráðherra sem hefur bara algjörlega brugðist í okkar málum og hefur ekkert gert til að koma þessu málum í lag og það bara verið það stundur síður á manni þegar maður að ræða þessi mál, menntunarmálina, því að menntun og verknám sérstaklega þetta algjör grundvallarstoð í endurhæfingu fanga og þarna hafði þessi menntamálaráðherra algjört tækifæri til að laga þessi mál og koma þessi lag en hann hafði engan áhuga á því. Þessi menntun sem boðið upp á núna, hvernig þetta? Er þetta fjarnám eða skólinn inni í fangelsunum? Hvernig virkar þetta? Já, það er staðarnám í fangelsum á Suðurlandi og þar getur lært ákveðin grunnfög en allt annað fjarnám í raun og veru. Þannig að við og það ekkert verknám í gangi í dag til dæmis í fangelsunum. Og hún segir bara fjarnám. Það bara fjarnám. Sem mjög erfitt fyrir marga. Þetta oft einstaklingar sem hafa ekki verið í námi þú veist, í mörg ár og ætlar svo að fara að byrja, þú veist, hefja eitthvað nám og þeir eru ekki með tölvur inn í herbyggjum og þú veist, þannig að það þarf að vera ekki svona basic kunnáttu á tölvur og allt þetta, já. Þannig að þetta bara eiginlega ekki raunhæft fyrir flesta. Ég held að sé allir sammála því og það búið að vera að berjast fyrir því. Ég meina námsráðgjafarnir og kennslustjórinn á Suðurlandi Fangelsismálastofnun þar hefur verið að berjast fyrir því að við finnum upp svona einhvers konar öðruvísi námsleiðir sem að horft á verknám og menn geti útskrifast eftir kannski styttri tíma sem eitthvað. Það þarf ekki endilega að vera að hann sé að útskrifast sem rafvirki, heldur kannski aðstofamaður rafvirkja eða eitthvað slíkt. Akkurat. Og þetta það sem við erum að sjá í fangelsum, að við erum að sjá fjarsjóð á mannskapi sem að getur gert flotta hluti og eru óbærslega duglegir og góðir í höndunum en eiga kannski erfiðara með bóklegt nám eða að sitja og læra og einbeita sér og það getur verið alls konar ástæði fyrir því. Það getur verið að menn séu ekki greindir fyrir alls konar röskunum sem þeir eru með eða þeir fá ekki fengi viðeigandi lyf eða alls konar aðrar ástæður. Þetta náttúrulega kannski beintengt því að stuðu drengja í skólakerfinu bara svona til að byrja með. Það eru leið og þau upplifir þig utan gátta og finnur þig ekki innan skólans og
menntastofnun þá fer það að gera eitthvað annað og oftar en ekki þá leiðir það fólk á svona, já, hættulega slóðir getur gert það. Ég var að velta fyrir mér með námið. Hvernig sérðu fyrir þér, nú þetta aðstæðan eins og á Litla-Hrauni. Hún hreinlega ekki góð og hefur ekki verið góð og ég minnist þess þegar dómsmálaráðherra var í viðtali bara núna síðasta vetur og talaði hún hefði fengið áfall þegar hún kom inn á Litla-Hraun vegna þess að það var svo hræðilegt. Það hefur nú ekki mikið breyst síðan. Nei, það hafa verið margir undanfarnir ráðherrar mjög yfirlýsingaglaðir og vilja gera stóra hluti en það hefur ekkert, eða voru lítið gerst í raun og veru. En það allir sammála það að Litla-Hraun ónýtur staður, ekki bara byggingarnar, heldur bara menningin sem þar inni og annað sem að verður að laga og það þarf að jafna þessa byggingu við jörðu. Það lítil og erfið aðstæða, það er lítið að gera þarna, það er lítil aðstæða fyrir heimsóknir, lítið aðstæða fyrir kannski skóla og kennara og heilbrigðisstarfsfólk. Hólmsheiðin illa hönnuð. Það ekki þetta byggja við, það ekki gert ráð fyrir námi einu sinni. Þannig að og Hólmsheiði bara svona til að skýra svona skipuritið. Litla-Hraun þetta þar sem fólk afplánar þungadóma eða karlar og Hólmsheiðin meira svona eins og gæsluvarðhaldsstofnun. Já, Hólmsheiðin móttökufangilsi og kvennafangilsi og þar koma menn inn í stuttan tíma og síðan sendir eitthvað annað. Litla-Hraun loka fangilsi í dag og svo erum við með 2 opin fangilsi líka. Já, þegar Hólmsheiðin var byggð þá var til dæmis ekkert svona samráð við eins og okkur og fleiri þegar þetta var byggt. Þetta var bara gert í flýti og niðurstaðan hörmuleg. En núna verið að hanna nýtt fangilsi og það búið að vera í samráði við okkur og fleira og þetta lítur rosalega vel út og verður rosalega flott bygging. Hvenær eru áætluð verklok á því? Það 15. desember 2028. Okay. En við erum hins vegar ekkert sammála því að þetta sé það sem þurfi og þarna verið að fara að setja 20 milljarða í byggingu í fyrsta öryggisfangilsi Íslands. Þetta skilgreint sem öryggisfangilsi og þetta verður rosalega erfiður staður. Þetta verður rosalega flottur staður og góð aðstaða en þetta ekki það sem við þurfum. Þetta svolítið afturkvæmt. Já, í raun og veru. Norðurlöndin eru að stíla inn á og auka prósentutölu af opnum úrræðum, misopnum jafnvel, en við erum að auka á lokuðum úrræðum og ég get alveg verið sammála því að við þurfum nýja aðstöðu fyrir Litla-Hraun eða Stóra-Hraun. Við þurfum að hafa aðstöðu þar sem við getum verið með öryggisdeild og sjúkradeild og meðferðardeild en mitt mat að við eigum bara að byggja það upp á Hólmsheiði einhvers staðar og byggja sér stærri opin úrræði hér og þar landið og því að bæði verður það ódýrara og ódýrara í rekstri og árangurum verður meiri fyrir að þessi fari gegnum opin úrræði eru ólíklegri til að brjóta sér aftur. Nú hefur gengið illa að manna eins og bara stöður og við veit ekki hvort að það vegna bara fjárskorts eða annar hluta. Það var lengi vel vantaði sálfræðing eða einhvers konar geðteymi inn á Litla-Hraun. Ég man eftir umfjöllun hvað það var þar og mér skilst að það hafi nú ekkert eitthvað mikið breyst. Það sé ekkert greiður aðgangur endilega að svona geðteymum fyrir þá sem það þurfa. Hvernig haldið þið að þetta eigi eftir að ganga einhvern veginn betur í öryggisfangelsi eða haldið þið að það eigi eftir að ganga betur í stærra og öruggara fangelsi? Það ekki það að eigi erfitt með að manna, því að það alveg full mannað, stöðurnar, en það þarf bara að auka stöðugildin. Það þurfa að vera miklu fleiri sálfræðingar, miklu fleiri félagsráðgjafar, vímuefnaráðgjafar og allt það, Þetta eru iðjuþjálfar bara og en svo náttúrulega með tilkomi geðheilsuteymis þá náttúrulega breytist margt jákvætt og það þarf bara að efla þetta allt saman. Bæði geðheilsuteymið, og þetta fagfólk innan fangelsana
af því að þú veist það vantar bara fjármagn. Hvernig líður mönnum í fangelsi? Misvel örugglega. Já, þetta rosa misjafnt. Sem mjög fegnir bara að vera komnir inn og þú veist, en svona ekki til lengri tíma. Þessi hópur náttúrulega margir hverjir eru heimilislausir. Þeir sem eru í fangelsum yfir höfuð eru með mikið félagslega vanda. Þetta fólk sem hefur verið atvinnulaust, heimilislaust, verið með vímuefnaraskanir, geðfatlanir og sem bara verið í þessari hringiðju glæpa, heimilisleysi og fangelsa og þar leiðandi eru sumir ránaðir að komast inn og sumir biðjum að fá að fara inn fyrr en kannski svona aðrir það svona erfitt náttúrulega að vera kippt inn úr hinu daglega lífi og það getur tekið svolítið misjafna tíma fyrir menn að komast á jörðina með það jafnvel ár. Hvernig, ég meina, þegar það kemur maður og hann einhvern veginn, manni finnst þetta sjálfum persónlega og bærslega skelfileg tilhugsun að vera sviptur frelsinu og settur bara eitthvað og vitandi það og þú þarft að dúsa þar í eitthvað langan tíma. Sko, hvernig tekur fangelsið á móti svona mönnum? Þú veist, hvernig innleiðingin inn í fangelsi? Og þetta eins og í bíómyndunum? Þú veist, þetta svona, gengjamenning, mikið ofbeld á göngunum, allt þetta? Íris, þú varst nú að taka á móti mönnum þegar þú varst að vinna í Fangelsismálastofnun. Já, sko þegar ég var að vinna í Fangelsismálastofnun þá var það að þá byrjaði allir á Hólmsheiði og við reyndum alltaf að hitta alla sem að koma inn og gera svona innkomumat þar sem við bara spurðum bara fórum yfir þú veist bara svona grunnspurningar og svona bara hvað markmiðið með afplánunin og fara aðeins yfir bara kynna bara hvað þú veist og margir sem að voru ekki búin að koma áður í fangelsi og svona sem að þekktu bara ekki þú veist hvað allt sem að þýðir þeir fá náttúrulega svona bækling með bara alls konar og þú veist ég held að enginn lesi þetta þetta alveg alls konar þú veist ég held að þetta hljóti að vera mikið áfall. Þetta mikið áfall og þú ert alltaf inn að fara þú veist þú ert að finna út úr svo miklu, þú veist, bara hvernig ég panta mat, þú veist, hvernig sækjum þetta og hitt og svo framvegis og en samfangar auðvitað bara hjálpa líka til og svona. Svo bara erfitt að taka innkomumat á öllum, það erfitt að sinna öllum þegar það eru bara, þú veist, 2-3 stöðugildi félagsráðgjafa. Þú veist, það er bara ekki fræðilegt að það sé hægt að gera þetta allt saman. Þannig að þetta svo ótrúlega mikilvægur hlutur. En hver svona róteringin bara á svona mánaðar basis? Hvað að koma inn versus fara út bara eins og Litla-Hrauni? Ég ekki hugmynd, sko. Já, sko, það eru 200 fangelsspláss og þetta svona... Það svona dettur einn út og einn kemur staðinn, þetta svona þenni. En jú, ég meina þetta getur verið erfitt líf að koma sér inn í hluti og ég held að í raun og veru allir sem fara í fangelsi alveg saman hvaðan þeir eru að koma eru hræddir. Þeir eru hræddir við að fara í eitthvað sem þeir þekki ekki. Þeir geta verið með alls konar átt óvini úr undirheimunum, skuldað peninga, þeir sogast inn í þá menningu sem þeir fara í þá fangelsi sem þeir fara í og sem getur verið mjög slæm. Við erum að sjá ofbeldi í fangelsunum, við erum að sjá að það er mun meira kynferðislegu ofbeldi og jafnvel nauðgunum heldur en við bara nokkuð tíma grunað í raun og veru sko. Ég hef heyrt það og langar einmitt að taka það áfram með því bara hérna og eftir að lifa að klára. Það er svona að koma svolítið upp núna svona sögurnar af því sko sem hefur verið svolítið lokað fyrir okkur í raun og veru og þannig að síðan eru auðvitað ákveðna blokkir manna sem stjórna og þessir eru hátt settar en hinnir og þetta er inn í öllu fangelsum og ekkert bara hér á Íslandi, þetta er bara alls þar í heiminum sko. Bara eins og samfélögum alveg líka bara. Og það eru alltaf einhverju sem eru útskúfaðir og þannig að þetta er svona, veist, bæði, þetta er svona alls konar sko, getur verið mjög erfiður staður að vera á sko. Já, og nú svona ráðgjafar eins og þú Íris, eru þið eitthvað í því að aðstoða menna einhvern veginn að bakka út úr þessum kúltúr og þá til dæmis bara með því að hjálpa þeim að einhvern veginn sko brjóta þennan múr sem er einmitt á milli óvinna og annað. Gerir þið eitthvað slíkt? Þetta bara reynum maður alltaf að reyna aðstoða bara einstaklega við að bara valdefla þá og reyna að virkja stuðningsnetið, þú veist, og svona hvað tekur við eftir afplánun.
og svo bara alltaf að reyna auðvitað bara svona að kenna önnur bjargráð í rauninni heldur en að leita alltaf í vímuefnaneyslu og svona það sem að mér finnst kannski það sem að því að svo talum á með svona síbrota að vera alltaf að koma inn aftur og aftur þannig að er bara í mörgu tilfellum þetta einstaklingar sem eru með opin mál í kerfinu, þau ná aldrei að ljúka og þau fá ekki að tækifæri að komast í opin fangelsi og fara í þessa þrepaskipta afplánun að því þeir bara klára dóminn sinn í lokuðu fangelsi, fara svo út og vitandi svo að þeir eiga eftir að fá dóm aftur þannig að það er einhvern veginn ekki tilgangur að reyna að snúa við blaðinu og svo er það bara þetta þegar að þú veist, þið fá kannski einhver aðstóðir í fangilsu, þú veist, það er sett eitthvað stað, þú veist, þið fá sálfræði viðtölu eða eru á meðferðargangi eitthvað svona, svo koma þeir út, hvað þá? Þú veist, þá er allir komin bara út í einhvern veginn, af því það er ekki allir sem fara á vendina eða öklaband og svona, þannig að þú veist, þið fá ekki þessa aðlögun aftur út og þú veist, þar bara sveitufélögin að, þú veist, fara að vera, þú veist, duglegri að þú veist að grípa þá og það þarf að setja allt af stað miklu fyrir heldur en allt í hennu bara heyrðu já, hann er frá lost út innan, þú veist, eftir nokkru daga og það er ekkert og svo fara bara, þú veist, þeir sem eru heimilisleysir eða ekki með hitt stuðningsnet og ekki til að grípa þá fara það bara aftur í neyslu, þú veist, það er bara þannig. Við erum, eins og svo sem sagt áður, sko, 20 árum á eftir öðrum Norðurlöndum í þessi málum og fangilsi er svo staður sem samfélagið hefur til að grípa inn í að því að þegar þú ert komin í fangilsi þá er klárlega eitthvað að og þá þarf að laga það og ef við gerum það ekki á þessum tíma þá er það bara seint þegar manneskjan er komin út, hún verður ekki betri sjálfkrafa eftir að hafa verið í geymslu á hverjum tíma. Þannig að þarna eru við að bregðast og með því að gera ekki neitt þá erum við að gefa leyfi á það að þessi manneskja verði enn veikari og haldi áfram að brjóta á fólki og þannig að sko í raun og veru má svolítið kenna stjórnvöldum um þessa síbrota hegðun sko, því að við erum ekki að grípa þarna inn í. Við höfum þennan tíma, við þurfum að laga hlutina en það er bara ekkert í boði í raun og veru sko. Auðvitað er alltaf verið að reyna að gera eitthvað en það er svolítið keyrt áfram kannski á félagasamtökum eins og Afstöðu eða öðrum félagasamtök sem erum að reyna að koma inn og gera eitthvað. Þannig að sósíalisminn, sko. Já, og þetta á bara ekkert að vera þar, sko. Við eigum bara að gera þetta almennilega vegna þess að það er ekki bara það, ef við tökum á þessum málum og þá erum við ekki bara að fækka glæpum og endurkomum í fangelsin. Við erum að minnka kostnað hjá lögreglu og fangelsismálastofnun og dómskerfinu og almannatryggingakerfinu, heilbrigðiskerfinu og það sem skiptir öllu máli og mestu máli að það er að brotaþolum fækkar. Og það er það sem við eigum alltaf að vera að horfa í. Við eigum ekki að stjórna, láta réttarkerfið eða sem sagt, gera breytingar á því á tilfinningum. Við þurfum að hugsa alltaf hvað er best fyrir samfélagið í heild og það getur alveg verið að almenningur sé ósáttur við það að einhverju leyti. Við sjáum alveg að sumir hafa verið að fá kannski að mati einhverja ekki nægilega háan dóm En við sjáum líka á Norðurlöndunum að þar eru kannski menn að fá hærri dóma en þeir eru samt að losna miklu fyrr af því þeir eru bara með öðruvísi í kerfinu við og þar vinna menn sig upp. Þeir eru að taka á sínum málum og fá endurhæfingu og þegar þú ert að sanna þig að þá losnar þau fyrr. Það er það sem við þurfum að sjá hér og þá segir einhver, af hverju eigum við að verðlauna glæpamenn fyrir að standa sig vel? Þeir eiga bara að standa sig vel eins og við hin. En málið er bara að við erum með fólk sem er veikt, er með mikinn félagslegan vanda og vímuefnavanda og á bara mjög erfitt með að taka á þessum málum. Og við þurfum að leiðbeina þeim, við þurfum að vinna með þeirra mál og í staðinn er samfélagið að græða. Af því að ekki bara það að þeir hætta að brjóta af sér og brotaþolum fækkar, heldur byrja þeir að vinna og borga skatta líka. Þannig að þetta er vinn-vinn fyrir allt samfélagið. Hvernig, sko nú hefur borið svo litið á því eins og þú kannski komst hérna aðeins inn á að stefna stjórnvalda hefur einmitt verið þetta að byggja nýtt öryggisfangelsi og fara svona í þetta afturhvarfs og einmitt eins og með fólkið sem segir hérna af hverju fekk hann ekki þyngri dóm og bara læsa hann inni og henda lyklunum og eitthvað, maður hefur séð þetta allt á samskiptamiðlum. Hvernig getum við fengið samfélagið til þess að opnast einhvern veginn gagnvart þessum einstaklingum
og svona, ég veit ekki, vera kannski bara fara mýkri höndum þá. Ég held að sé bara með þáttum eins og þessum, skilur, ég meina það bara með fræðslu eins og með allt annað. Við fangelsismálin á Íslandi hafa verið svolítið bara lokuð almenningi, fólk hefur ekki vita hvað að gerast innan veggja Litla-Hrauns, hvernig unnið með fanga og það bara núna, ég meina, eftir að afstaða byrjaði, þá erum við búin að vera leiðandi í þessu málum, að upplýsa almenning hvað að vera og ekki bara almenning, heldur stjórnvöld og á þeim tíma hefur afstaða náttúrulega bara orðið sérfræðingar í þessu mál. Við höfum verið að kynna okkur efni hvað að gerast hér, hvað að gerast á Norðurlöndunum, hvað að gerast annars þar í heiminum. Við erum að fá beiðnir frá hinum og þessum stofnunum og aðstoða í hinum og þessum löndum eða fá upplýsingar fangelsismál annars staðar og við erum að taka þátt í rannsóknum hér og þar heiminn líka, háskólasamfélaginu hér, þannig að við erum svona orðin svona einhvers konar sérfræðingar í þessu og það það sem skiptir öllu máli. Við þurfum að skrifa greinar hvað að gerast í fangasamfélaginu innan veggja fangelsana, hvernig hlutirnir að virka, hvað að virka, hvað ekki að virka og með því að gera þetta svona opinbert og fólk fjalli meir þetta og fleiri fara að rannsaka málin og háskólasamfélagið taki þetta svolítið til sín því það lítið til að rannsóknum og við erum til dæmis að sjá að fangavarðaskólinn hann ekki á háskólastigi og þar af leiðandi engar rannsóknir þar og það þar sem að þess vegna hefur afstaða verið að aðstoða svo mikið nemendur í háskólum við að gera ritgerðir og rannsóknir af því að við teljum að það sé svo mikilvægt. Ef það ekki til rannsóknir þá höfum við ekkert að stefna skilur í raun og veru, þannig að þá breytist aldrei neitt. Þannig að bara með því að opna umræðuna að stjórnmálamenn taki þetta meira til sín og sjáu að með því að laga þetta að þá erum við að fá svo miklu betra samfélag. Ég meina þetta á líka við að því að Íris myndist á sveitarfélögin að það á bara að lögfesta skyldu sveitarfélag að taka á móti og vinna með föngum. Og þeir gera eitthvað líka fyrir fanga með þeir í afplánun jafnvel sko. Þannig að ég meina það bara eins og til dæmis Reykjavíkurborg. Ég meina því fleiri glæpir gerast í Reykjavíkurborg því verra það fyrir sveitarfélagið, skilur fyrir borgina. Þannig að það hlýtur að vera hagur allra sveitarfélaga að vinna þessu mál. Vill enginn hafa glæpi sínum. Það bara, ég meina það tapast peningur á því að það farið túristar sem koma og annað slíkt sko. Glæpir eru auðvitað bara afleiðing brotiskerfis, það bara það hlýtur að vera hagur alls samfélagsins að vinna þessu málum saman og ég meina við erum óbúslega ánað að þessu fleiri farin að vinna í þessu málum og fjalla þennan málaflokk. Ég meina við vorum lengi vel bara einu aðilarnir sem bara fjölluðum þessi mál og það síðan þá hafa stjórnmálaflokkar verið að taka þetta svolítið upp og önnur félög og meira sér kirkjan og fleiri sem með mjög flott úrræði sem heitir Bjargráð. Þannig að þetta alltaf að koma smátt og smátt en við erum samt ennþá áratugum á eftir, skilur. Við þurfum samt aðeins að við eigum að geta gert þetta mjög flott hér á Íslandi og vel en það hefur svolítið vantað í það. Ég meina við höfum alveg séð sko að núna undanfarið hafa ráðherrar svolítið verið að fjalla þetta en það hefur samt lítið gerst í raun og veru. Ég verð að segja eins og sko, ég hef verið fyrir vonbrigðum sko. Ég hef átt fundi með þingmönnum endalaust og þeir eru að fjalla þessi mál og vilja gera eitthvað. Svo verða þau ráðherrar og þá bara gerist ekki neitt. Já, það gerist svona yfirleitt í kjölfar umfjallana aðstandenda og það yfirleitt þegar það kemur svona stórt viðtal þar sem að kona segir frá því að ég kom í heimsókn og þetta var hryllilegt og barnið mitt horfði upp á þetta eða svona og það eins og það einhvern veginn svona ýti við fólki en svona mín upplifun af því að sko fangar séu og sérst bara fólk í réttarvörslukerfinu það sé einhvern veginn svona, þetta svona skítubörnin og það heyrist ekkert í þeim og við pælum svona stingum fingrunum í eyrun einhvern veginn gagnvart þeim og þeirra tilfinningum og úrvinnslu þeirra mála einhvern veginn og meðan þau eru lokuð hann inni og því þau eru lokuð hann inni þá eru þau ekki til og það sé svona það sem að einmitt og svo bara þú veist opnast dyrnar auðvitað í daginn og fólki kemur út engu bættara með aðstandendur. Hvernig hvernig hægt að sko bæta bara svona heimsóknir og líðan
aðstandenda hreinlega, bara þegar ástvinur fyrir fangelsi, það auðvitað bara alveg hryllileg sorg og eru ykkur sér úrræði fyrir það fólk? Varst að nefna áðan? Já, það var er það kirkja? Já, sko aðstandenda stuðningurinn. Já, sko afstæða hefur náttúrulega verið langstæðsta eða svona veitt mestu þjónustuna til aðstanda miklu meira en nokkur annar og svo hafa komið aðrir inn eins og Bjargráð hefur verið með líka en við hefum þurft sko í raun og veru ég meina við hefum helst þurft bara einhvers konar réttindagæslumann eða umboðsmann fanga eða aðstandanda skilur til að bara að taka á móti sko þegar einhver settur í fangilsi eða á að fara í fangilsi eða settur í gæsluvarðhald og þá vita aðstandendur ekki neitt og þetta bara oft lítaður á bara eins og þetta sé dauðsfall í fjölskyldunni og lífið sé bara búið sko og þetta hrikalegt ástand stundum og skömm og við erum að fara oft heim til fólks eða hitta á kaffihúsum eða hér og þar og þetta rosalega erfitt en málið sko þegar maður búinn að fara yfir þessi mál með þeim og veita þeim þá ráðgjöf sem kannski fáir geta veitt nema við, því kannski má segja að þá átta þessu kannski á að þetta oft bara byrjunin á einhverju nýju betra skilur, þetta kannski eitthvað búið að vera að í svolítið tíma og þetta þarf ekki, þetta ekki endirinn og við okkar verk kannski svolítið að fá fólk til að fara í fangelsi með ákveðið hugafar og ætla að læra eitthvað og verða eitthvað og breyta sínum hlutum sko, ekki sogast inn í þá menningu sem fyrir sem bara glæpir og vímuefnaneysla og gera ekki neitt og bíða bara, heldur að vinna svolítið í sínum málum og það það sem við erum að leggja áherslu á. Við viljum að fólk fari gegnum kerfið og læri eitthvað og komi út með eitthvað í farteskinu eigi meiri möguleika hafi tekið á sínum málum og það rosalega erfitt að fara í gegnum þetta kerfið þannig Nú þegar nú þetta gengur á ýmsu og bara ef við hugsum með þetta út frá þeim sem eru í vímuefnaneyslu það þetta alls konar sem gengur á í parsamböndum þar sem að annar eða báðir aðilar eru í vímuefnum, þetta bara í vímuefnaneyslu sko þegar að annar fer í fangelsi og það einhvern veginn sko gert eitthvað innan veggja fangelsisins til þess að byggja brú þannig einhvern veginn á milli, fer fólki hjónabandsráðgjöf til dæmis? Nei, það ekkit eitthvað þannig? Sko, mér kannski bæta þessu sem við að tala aðstandendunar að það sem líka að það svo mikil óvissa, svo mikil ótti og hræðsla þið veit ekki, nú bara allt innu ykkur að fara í fangelsi og eins og þetta, ef bara allt innu búin að missa maka sinn, allt innu komin í fangelsi það bara þetta að fá þetta spjall og fá bara, þú veist, bara svona leipin ykkur hvernig þetta virkar, þú veist, það róar bara að fá bara svona, þú veist, fá bara þetta spjall við einhvern sem að veit, þú veist, hvernig þetta virkar og en eins og með, þú veist, svona með par, þú veist, ef að segjum að maðurinn fari í fangelsi og svona með konu sem líka með fíknivanda og kannski með eitthvað afbrot og svona, það rosa erfitt en að koma allir dæmis heimsóknum, ekki rétt hjá mér, þú veist, ef þú ert með eitthvað mál í kerfinu, þú veist, það oft glerheimsóknir og svona þannig að það lítið hjónabandsráðgjöf, þú veist, en ég veit ekki hvort, ég held að sé ekkert verið að sinna þá makanum eitthvað svona sérstaklega, sko, því að það bara fangelsi þetta bara með þann sem í afplánun, sko. Við erum að byrja núna með námskeið fyrir fanga og inn í því eru alls konar námskeið og það hefur verið svona okkar skoðun að styrking fjölskyldubanda sé lykill númer 1, 2 og 3 kannski í endurhæfingu. Því meira sem þú styrkir þín sambönd við fjölskyldu og börn og annað, því ólíklegri ertu til að brjóta af þér aftur. Þetta eitthvað sem þú þarft að byrja á því að byggja upp í fangelsi. Bara svo ég fóði að skrifa fram í fyrir þér að því að þú segir að þú veist, það bara annar aðilinn í parsambandinu í fangelsi og þar lendi bera yfirvöld bara ábyrgð á þeim einstaklingi en það ekki einmitt svolítið rangt? Af því að ef þetta samfélagslegt verkefni þá hljóta yfirvöld að þurfa að bera ábyrgð á fjölskyldunni
einhvern veginn líka og svo, þá komum við kannski eftir að því sem þú varst að segja með styrkja væri voða smart, já. Við erum bara enn og aftur sko, við erum alltaf að eiga við þessi gráu svæði sem baráttu svæði sveitafélaga og ríkisins að þeir vil ekki sjá þetta og hinn eiga að sjá þetta og svo endar alltaf að enginn sér það og fangar eru svolítið þar því miður. Við höfum ekki haft náð því í gegn. Veist að sveitafélögin taki að sér ákveðna hluti og enda kannski þarf ríkið kannski að koma meira að málum. Sveitafélögin, þetta kostar allt pening og en já, þetta eru oft mjög erfið mál og eins og tala Íris á að fólk veit ekki stöðuna sko, makinn þarf líka að hugsa sig ég að fara að bíða eftir þessum í x mörg ár eða ég að fara að gera mér það og börnunum og hvað á ég að gera, á ég að standa með, mun að standa sig, skilur eða ætlar hann að klúra öllu aftur, þannig að þetta er rosalegt Þetta er auðvitað rosalegu pakki, en þetta er einmitt svolítið samfélagslegu pakki. Já, ég meina, svo fólk að missa húsnæði og vinnu jafnvel út af makanum líka, og þannig að sko þetta er oft mjög erfitt og sumir vilja bara byrja upp á nýtt og aðrir ná að halda einhvern veginn öllu saman sko. Þannig að þetta er rosalega erfitt að setja sig í spor og við þurfum raun og veru að styrkja þetta miklu meira heldur en hefur verið gert og áður fyrir vorum við með eitthvað sem hétt aðgát sem var aðstandafélag þar sem aðstandum fannst frábært að geta hist og spjalla við aðra í sömu sporum og það hefur svolítið vantað upp á þetta og þetta er eitthvað sem við viljum styrkja núna í framtíðinni og gæti orðið mjög öflugt sko. Þannig að Ég held að sem mikilvægt að hafa einmitt aðstandendastuðning, það sem bæði verið að styðja aðstandendunar og svo þá fjölskylduna saman eða þú veist. Já, svona einmitt, það verið svona sikkur einingin og svo heildrænt. Að því að rannsóknar hafa sýnt þetta bara, þú veist að það er betri stuðningur og að það er verið að sinna aðstandendum og aðstandendum og líka þá bara til þess að útskýra þá veikindi, sjúkdóm viðkomandi og þú veist og komur skilning bara, já, þannig að sé hægt einhvern veginn að styðja að, þú veist, eins og við erum að tala bara með stuðningi þegar þú kemur heim úr afplánun, þú veist, að því að þú veist, þú búin í afplánu svo kemur heim allt inn og þú veist það er ekki búið að vinna með fjölskylduna, makinn er kannski ennþá einhvern veginn brotinn og þú veist og það er bara einhvern veginn í einhverju uppgjöri sem að þú veist einhvern veginn, eftir nokkur ár ég myndi mér bara að þetta sé hryllilega. Já, börnin þeirra eru oft líka svona svo börninni mitt, það eru að reyna að átta sig kannski á ég man eftir einni konu sem að kom til mín og var svona að fá ráðleggingar hvernig hún á að útskýra fyrir barninu út af hverju pappinn er svona. Þá er kannski, þú ert búin að vera lengi í fangelsi þá ertu og talaru og gerir hluti kannski öðruvísi en venjulegt fólk, sko, einhvern veginn. Ég held ég að segja það svolítið þannig. Sumir segja, djöfull hraunaður ennþá, þú veist, að þú er búin svo lengi á hrauninu. En þetta er bara hluti af því, sko. Þú sko, bara survivor eitthvað. Já, ég meina heilin fyrir frí, það er allt gert fyrir þig og þetta menning, bara kultúr, og þessi svört menning sem er mjög slæm, sko. Þannig að þetta þarf að útskýra fyrir fjölskyldu og börnum og því miður þá held ég að ég verð að segja að fangelsiskerfið okkar er þannig að það er í raun og veru allt gert til að slíta samskipti á milli fanga og fjölskyldunar þó að sé kannski ekki ætlunin að gera það. En mér hefur sýnst að svona á undanförnum 10-12 árum 15 jafnvel að þetta hafi verið að þróast í þá átt. Áður fyrir fékkstu allar heimsóknir sem hún vildi nánast frá öllum. Í dag er bara heimsóknir á undanhaldi svolítið, sko. Það er svolítið þannig, sko. Það eru bara fáir sem eru með heimsóknir og það er erfitt að fá heimsóknir og fá fólk samþykkt inn og þetta er náttúrulega allt út af ákveðnu vanda, náttúrulega vímuefnavanda hefur reyna komið vekk fyrir smygl og alls konar svona hluti. Sko, að því að núna er alltaf að opnast samtalið einmitt af glæpavæðingu fíkniefna. Hefur þetta samtalið einhvern veginn átt sér stað innan veggja fangelsisins? Eru til dæmis neyslurými og hefur það einhvern tímann komið til tals? Sko, fangelsin er alltaf svolítið sérstakur staður. Það er náttúrulega bara hreinlega bannað að vera með vímuefni og áfengi og annað slíkt inn á fangelsum. En þau eru samt þar. Það er náttúrulega bara bannað alls þar í samfélaginu, en þau eru samt þar. Já, sko, fangelsin er ekki eins og sko, það er í raun og veru miklu meira en það. Fangelsin er
upphafsstaður allra vímuefna í raun og veru. Allt sem kemur nýtt inn á markaðinn á Íslandi hefur fyrst komið og orðið vinsælt í fangelsum, síðan dreifist það seinna í samfélagið. Og það alltaf verið að reyna að finna nýjar og betri leiðir til að smygla inn og finna efni sem mæli styttra í þvægi, auðveldara smyglin, finnst minni lykt af og þetta alltaf verið að vinna eftir stöðugu þróun. Þetta eina sem þeir hafa að hugsa þannig inni. Og þetta í raun og veru bara út af því að stjórnvöld á sínum tíma ákváðu að fara í stríð við væguefnin, sem sagt hass sem var þá og vildu bara útrýma því og þeir gerðu það. En gerðu sér ekki á sama tíma að þeir var að gera ránt, skilur, og afleiðingarnar eru hrikalegar. Fólk hefur verið að deyja, það allt orðið strangt, allt orðið miklu verra heldur en það var í raun og veru. Og þetta þeim að kenna, skilur, þetta bara því miður, þetta þannig. Bara stjórnvöld bera þetta ábyrgð á því fólki sem að það lúkar inn í. Já, og fangelsyfirvöld vissu bara ekkert betur, skilur, þeir bara, kunnáttan bara ekki til staðar og hvorki var né en til staðar. Þannig að þau eru bara að berjast við þetta og vita ekkert almennilega í hvort þau eru að stiga með þetta allt saman. En þetta samt niðurstaðan. Við erum bara í mjög slæmum málum út af þessum ákvörðunum. Svo líka kannski þetta með, þú veist, að ef að fangi tekinn, þú veist, í neyslu, að nota, að þá refsingin líka þannig að þú veist að þú missir bara þú farið heimsóknarbann og annað, þannig að þá, þú veist, þetta er svo að því var alltaf að tala þú veist, að styrkja, þú veist, aftur hvati bara til þess að bara nota meira. Þannig að ég skil alveg það þurfa, þú veist, það þarf eitthvað að vera eitthvað línur, eitthvað svona, en þú veist, en eins og með þetta bara, þú veist, þarna eru að tala bara sko fíkni sjúkdóm, við tala einstaklega sem að koma og í afplánun og það kemur og þú veist, og þú neitar einhvers konar vímugjafa og þá máttu kannski ekki fá fjölskyldunni í heimsókn í einhver tíma, þú veist, þetta bara svo eitthvað neginn sem að gera þið bara dabrari og færði kannski nota meira og svona, þannig að það þarf eitthvað neginn að, þetta ekki alveg. Börnunum þínu með refsað, og maður skilur það alveg að þau með ekki koma þegar að manneskjan í vímu. Undir áhrifum, en sko síðan í 2 mánuði og eftir, það náttúrulega alveg fáránlegt, og bitnar náttúrulega mest á börnunum og fjölskyldunni. En auðvitað þetta náttúrulega segir sér sjálft, ég meina það ekkert langt síðan að menn mistu sko vinnuna, sjónvarpið sitt og tölvuna og allt saman, skilurðu, ef þeir voru teknir fyrir eitthvað svona. Og hvað gerist þegar þú ert ekki með neitt? Þú náttúrulega bara sekkur þig enn dýpra í þunglindi og eitthvað til að deyfa þig, sko. Þannig að svo verður líka aðstandandi reiðir við fangur, bara akkur varst að gera þetta, þú veist, og svona, þannig að þá ertu komin svo mikið líka með svona reiði gagnvart eins með þennan sjúkdóm sem að einhvern veginn hefur ekki önnu bjargráð og þá kannski ekki einmitt að fá kannski réttu, þú veist, viðeigandi aðstöðu. Og sjálfsniðurbrotið hefst í kjölfarið og eitthvað, og þarna komum við inn líka sko að því þetta geimsla, að því þú hefur ekkert að gera og vinna eða hefur ekkert markmið. Að leið og við erum komin með betrunarstefnu og endurhæfingu og öllu tæki og tól sem við þurfum til að vera að þú sérst að fara eftir ákveðnu gulróta kerfi, skilur, og þú ert að vinna þau upp og þá hefur svo miklu meira að vinna og miklu meira að tapa ef þú ætlar að fara í þetta, skilur, þannig að þú ert upptekinn allan daginn við að læra eitthvað og verða eitthvað og að vinna þessu markmiði, að losna fyrst til dæmis. En á meðan það ekkert svoleiðis, þá náttúrulega bara hefur ekkert annað að gera. Þetta segir sér svolítið sjálft. Þetta segir sér sjálft, sko, þannig að hvernig eins og með skaðaminkunar úrræðin? Hafa þau ekkert verið innleidd eins og bara í þessi stóru fangilsi? Nei, sko við höfum, sko, auðvitað hafa náttúrulega fangaverðir kannski svolítið, ég held að séu svolítið átta sig í dag á hvernig hópurinn og öllum veikindunum sem í gangi og öllum þessum vímuefnaröskunum sem í gangi. Þetta var ekkert svona, ég get ekki sagt að fangaverðir hafi haft mikla vitneskju þessi mál áður fyrr, en í dag þetta orðið allt annað og þeir eru farin að spurja miklu meira og að reyna að setja sig í spor. En þeir eru auðvitað hrættir við að einhverjir fá að hafa sprautur og nálar, skilurðu? Þeir eru hrættir við að stinga sig eða það sé hægt að nota þetta sem vopn eða annað slíkt. En jú, það er auðvitað að koma í veg fyrir það, bara með neyslurými. Ég held sko að það verið að vinna í því að koma hugmyndir af skaðamengandi úrræðum, eins og til dæmis bara einhvers konar nálaskipta þjónustu og dreifa smokkum til dæmis
alls konar sem verið að vinna í og það má kannski segja að geðheilsuteymið sé að taka þetta svolítið að sér að koma með þessar hugmyndir og þetta líka bara í takt við vinnu sem stjórnvöld hafa verið með núna varðandi stefnu stjórnvalda í skaðaminnkun. Þeir voru bara að gefa út skýrsluna bara núna í þessari viku, held ég. Já, ég er ekki búin að sjá það. Nei, ég held að hún sé komin í samráðsgátt sko, þannig að hún var bara að koma út og hópurinn var að ljúka störfum sem var þessi nefnd og svo stefna stjórnvaldi áfengis- og vímuefnamálum enn í vinnslu en þarna alveg komið inn á fangelsmál líka og við höfum reynslu frá öðrum löndum eins og Sviss þar sem að skaðaminnkun hefur verið í fullu gangi og hefur virkað mjög vel en við getum ekki verið með neyslurými og síðan alltaf að ofsækja fólk sko fyrir að vera að nota það er auðvitað svolítið það er eiginlega alveg bilað en einhvers staðar verður maður auðvitað að byrja það þá frekar vera hvatningakerfi en ekki, ekki refsingar þú veist að því já. En svo eina kannski skaðaminnkandi úr eða það er náttúrulega auðvitað með lyfjameðferð við ópíóðafíkn, það er alltaf búið að vera Suboxone og Buvidali þannig held að það sé eina sem er þú veist já, bara svona niðurdröfun því að hitt er beinleinis hættulegt bara svona að hætta bara snarpt Því ég held samt sko að það er ekki stór prósent að fanga endilega í til dæmis með vandamál með vímuefni æð inn í fangelsum. Ég myndi segja að hún sé að flytja sér svolítið yfir í kannski önnur efni en það eru þá ópíóðar og þessi harðari en það er náttúrulega líka, það er alltaf einhver prósenta en það er náttúrulega líka steraneysla og annað slíkt sko, sem er vinsæl kannski í fangelsum Það var, annað og öllu alvarlegra að mínum að degi allavega sem að mér langar að koma inn á. Þú nefndir kynferðisbrot. Nú hef ég svona verið að heyra þetta út undan mér. Það hefur ekki verið fjallað mikið þetta. Fangar vilja ekki tala þetta og ekki frekar heldur en annað fólk sem verður fyrir kynferðisofbeldi það fylgir þessu mikið skömm og annað en samt sem áður þá þetta vandi og hann til staðar hvað hefur eitthvað verið gert innan veggja fangelsisins bara svona til þess að bregðast við þessu til bara eitthvað strúktúrað plan hvernig maður tekur á slíku máli Nei, hvernig þeir taka á þessu, það þeir eru örugglega með einhverjar verklagsreglur, hvernig þeir taka á þessu fangelsismálastofnun í dag, en spurning hvað þeir fá vita mikið. Þú eru gerandi þolandi á sama gangi og allt þetta? Já, það hefur alveg verið, sko, og það hefur jafnvel, sko, ef að við heyrum lítið af þessu, þá má alveg gera fyrir að fangelsismálastofnun heyri enn minna af þessu, það er bara alveg klárt, sko. Menn hafa samt í einhverjum tilfellum kvartað en ekki kært og þá hefur eitthvað farið á stað en svo hefur líka verið tilfelli að þetta hefur svona bara heyrst að einhver hefur sagt frá að einhver annar og þá hefur jafnvel farið einhver vinna stað að færa menn jafnvel ganga eða fangelsi en svo það nú bara þannig að ég þekki nokkur svona dæmi sjálfur og man eftir einu að það var einmitt eitt sem að lenti í svona atviki og hann var sendur í annað fangelsi og svona til að hlífa honum einhvern veginn sko. En svo náttúrulega var hann að reyna að kljást við sín vandamál þar og datt í það og þá var hann fluttur aftur í sama fangelsi og sama gang og gerandi og þannig að þetta svona lítið hugsað eða var allavega og kannski þetta breytt í dag en þetta eru bara mál sem þarf að vinna rosalega vel í og skipuleggja því að þetta lítið samfélag og það eru fá fangelsi og fá fangelsisplás þannig að þetta erfitt að skipuleggja sko þannig að þetta eitthvað sem við þurftum að taka meira samtal Já, vitið þið eitthvað til þess að stíga mót og Bjarkarhlíð og þessi samtök sem að hafa verið að sinna þolandi kynferðisofbeldis. Nú erum við ansi framalega í þeim málum þó ég meina hér eru málin virkilega mörg og það er bara ömuleg staðreind en við erum samt sem áður með ágætis net og við höfum komist ansi langt í að tala hlutina og svona einhvern veginn í forvörnum og annað. Hafa þessi samtök einhvern veginn hafa þau aðgang af þolendum og þolendur af þeim í gegnum fangelsismúrana? Ég veit að það hafa einhverja, ég veit bara konur
sem að hafa verið í þjónustu Bjarkarhlíðar, þú veist, og hvort að ég held að Bjarkarhlíðar komi ekki í fangelsinu, ég veit ekki alveg hvernig, hvort það hafi verið, þú veist, að því þau eru potið alltaf velkomin inn í fangelsinu, þú veist, til að sinna þeim sem að ef að það bara hafa, þú veist, tök á því, sko, að koma. En svo eru þetta símaviðtöl og það eru, þú veist, það eru svona myndsímtöl líka og svona, þannig að ég held að það sé alveg. Já, ég held sko að það sé farið að verða meira það að fangaverðir sé að fá fræðslu hjá þessum samtökum. Varðandi alls konar, við erum til dæmis með fyrsta trans einstaklingin í fangelsi í dag og þá hefur Trans Ísland komið að málum. En það var samt komið upp alls konar vandamál kannski í kringu það en engin alvarleg, skilur. Þannig að og þá bara væntanlega tekið á þeim bara já, algjörlega. Og reynslan nýtt í lærdóm. Og fangaverðirnir eru í dag, veist, það er frábært að sjá hvað eru áhugasamir að laga öll vandamál og fara inn í og sérstaklega eins og núna með þennan trans einstakling að þar eru fangaverðirnir alveg að reyna að gera allt sem við geta til að þetta bara virki, sko. Þannig að það er mjög ánægilegt að sjá þetta gerast og ég meina við komum að einhverjum málum hann daginn og þá var þetta í raun og veru bara samskipta vandi sem að við komum bara áleiðis og þá var strax unnið úr því og ekkert mál en já, ég held sko. Og annar svona hópur sem að er kannski svona rétt áður en ég slepp ykkur hérna út sko útlendingar bara málefni og nú erum við að setja bara alla undir einn hatt útlendingar þá eru það einstaklingar sem tala ekki íslensku móðmáli og jafnvel litlega ensku er þetta ekki svolítið einangraðir hópar hérna og alveg svona sko einstaklega viðkvæmir og eins og þú talar Trans Ísland kemur að málefnum trans einstaklinga innan fangelsisins ykkur sem að hugsa þennan hóp útlendinga? Við gerum það. Sko Gummi gerir því bara allt. Já, Gummi kemur og talar spænsku við allar, það eru mjög margar spænskumældi konu og hann alveg getur verið þarna klukkutímur saman að tala við þannig. Já, þannig að en ég veit ekki, þetta náttúrulega hvernig eins og sko að réttindi þessa fólks, að því að nú eru sko aðgengi þeirra munverra að ráðgjöfum og öðru einfallega vegna tungumálaörðuleika og auðvitað námi og einangrunin hlýtur að vera talsvert meiri og þá hvatinn til þess að til betrunar einhvern veginn svona hverfandi. Já, sko, auðvitað, það er rosalega erfitt að vera afplána dóma fjarri sínum heimahögum. Það er bara mjög erfitt. Og þess vegna hafa kannski þessir hópar fengið reynslulaust fyrir en aðrir af því að þeirra afplánun hefur verið þungbærar en annarra Íslendinga. Og þetta hefur verið svona sama regla á Norðurlöndunum öllum. Sko, ég myndi segja að þetta sé hópur sem er ekki að sækja sér mikið af þjónustu eða biðja viðtöl hjá sálfræðingi eða félagsráðgjafa. Eða okkur heldur í raun og veru biðjar ekki og neitt. Getur auðvitað verið alls konar ástæður fyrir því en að því að þau bara eru hrædd eða vilja ekki vera eitthvað byrði eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað það er. Það er erfitt að fá túlka inn í fangelsin, þeir skilja ofta ekki hluti, láta samfanga bara útskýra en við erum með þetta er mjög sorglegt. Já, þetta er það, sko. En þegar rétt á túlku og þú veist að það er alveg fengið túlku þegar En við erum með vettvangsteymi afstaða, við förum inn í öll fangelsin og við erum svona að ferðast á milli inn á göngunum á þeirra svæði að spjalla við þá þeirra forsendum og þegar við gerum það þá koma útlendingarnir að spjalla og þá byggjum við upp samskipti og traust og þau fara svona spyðja okkur að vinna í hinum á þessum málum og þetta getur oft verið mjög erfið mál og fólk getur verið brotnað saman bara þarna, skilur að spjalla sérstaklega þegar það eru konur, af því að konur eru sko mikið til að þeim erlendu konur sem eru í fangelsi eru burðardýr og klárlega einhverjar í mansali sem hefur verið fórnarlömb mansals þannig að sko þannig að þetta getur verið mjög svona erfitt spjall en þegar það er komið þá náum við betri tengingu og þau geta beðið fangaverðum að senda okkur tölvupóst eða hringt í okkur eða
og ég fór nú bara upp á Hólmsheiði í gær og hitti mitt hópa konum sko og og það voru bara allir glaðir í raun og vera því að við vorum nýbúnir að vera þarna upp á Hólmsheiði áður og þá voru alls konar vandamál og síðan sem sagt í raun og veru sendum við bara þessi vandamál á rétta staði og þá farið að vinna í þeim vandamálum og svo þegar ég kom í gær þá var búið að vinna á öllum þessum vandamálum skilur sem var svo flott og Það hlýtur að vera ákveðin léttir og einmitt að það er gott að vita af því að hlutirnir og þetta er svona það sem að við lítum á okkur svolítið sem svona kannski smá eftirlit með þessu að við erum að vinna fyrir okkar fólk sem er frelsissvipt og það eru svo miklu erfiðleikar og við viljum svona geta þrýst aðeins á fangelsisvöld að það þarf ekki að gera nema þetta, þá er manneskjan orðin bara líður miklu betur, skilur. En hvernig, bara svona áður hvernig getur fólk, aðstandendur og fangar, hvernig getur það að leita til ykkar eftir stuðningi eða bara með spurningar? Já, sko, við erum náttúrulega með afstaða.is og afstaða.is þessi netfangi og það er hægt að senda tölvupósta og við vinnum bara á við bara finnum leið til að vera með viðtalstíma hvort sem að fólk kemur til okkar eða við förum til þeirra eða hittust á einhverjum kaffihúsi eða eitthvað svoleiðis og við svörum mjög fljótt svo erum við með síma 556-1900 ef mann rétt og það er nú svaraði hann svona eiginlega allan sólarhringinn og það er svona fyrir aðstandendur kannski og aðra sem eru að vinna að fangelsmálum en fangar þeir biðja bara fangaverðinum að hringja okkur sko og eða hói okkur þegar við komum sko þannig að það er alls konar leið til að ná í okkur það er mjög auðvelt Já, það er gott að heyra Guðmundur Ingi, Íris Ósk, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og hlustendur, áhorfendur góðir tók ég við því að það er meira hér handan við hornið. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.